það að ætlar að blessa okkur í dag. Þú ætlar að smyrja eyru okkar þannig við megum að heyra það sem þú ætlar að tala til okkar og hjört okkar þannig við megum taka við því sem þú ert að segja. Við þökkum fyrir hver einustu krónu sem kemur í samskotin að þú megir blessa hana þannig hún sé sem best nýtt, Faðir, til að lyfta upp þínu ríki á jörðinni, Faðir. Til þess að við megum raunverulega nota hvern einasta eyri sem kemur inn til þess að búa þitt orð og til að bjóða fólku velkomið í þinn söfnuð, Faðir, í þína kirkju. Það hjálpa okkur bara með páskamót sem að koma á undirbúningi fyrir það, Faðir, að við raunverulega megum bara í hjörtum okkar bjóða því velkomin. Að við öll sameinast það að blessa í kringum okkur og alla sem koma á páskamóti að við megum raunverulega vera til stað fyrir þá sem þurfa á því að halda í þessari viku og þessu móti, Faðir. Leggjum samkomin í dag og vikuna sem framöndan í þínir hendur, Faðir, og biðjum þig að vera með okkur þannig að við megum sannarlega vera erindrekar þínir í vikunni og finni það fólk sem þú vilt að við tökum með okkur á páskamóti, Faðir. Hjálpa okkur að hlusta, heyra og finna, Faðir, það sem þú ert að segja við okkur í vikunni. Leggjum þessu stund í þínir hendur, Faðir, og biðjum bara að hjálpa okkur að meðtaka, Faðir, í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Ef ekki heyri fleiri lög og reyna að tengjast. Reyna að heyra hvað Dortin hefur að segja. Amen. Þú tókst minn kross á þig, þú dóst svo ég fengi frelsið að nýju. Og núna átt hún mig, því góðvild þín, hún mér fylgir að eilífu. Nafn þitt verðugt Jesús, tign þér einum ber. Nafn þitt verðugt Jesús, tign þér einum ber. Nafn þitt verðugt því þín ást hún dásamleg. Því náð þú sýndir mér og góðvild þín, hún mér fylgir að eilífu. Nafn þitt verðugt Jesús, tign þér einum ber. Nafn þitt verðugt Þegar dýr þín birtist hér, okkar lofið færum
Jesus. Halleluja. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Halleluja, Faðir minn og Guð. Heyrðu þig, veröldin öll megi sig, sér hver sá og jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa mig. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Heyri þig, veröldin öll megi sig, sér hver sá og jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa mig. Og í sannleika ég tilbið þig. Drottinn Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom
Dvel mér hjá, ég vil vera nær þér. Ég vil vera nær þér. Ég vil vera nær þér. Ég vil vera nær Faðir, við bara þörfnast þín í dag, meir en nokkru sinni, Faðir. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Minn á himnum vor, okkar allra, það ert aðeins þú. Guð, allar aldir trú, alla eilífð, það ert aðeins þú. Læknir ljós inn í myrkrið, það ert aðeins þú. Guð, þú mig sýknar mig, þinn mig kallar, það ert aðeins þú. Þú ert hlekklaus og fullkominn. Þú ert Guð, fær lofsöng minn. Jesús, hann Guðs eina lamb, sem synd alls heimsins bar, saklaus var. Kom til að frelsa, kraftur af himni, öll gleði Guðs. Konungur dýrðar kvöl, leið á krossi, Guðs einkason. Guðs einkason. Jesús, hann Guðs eina lamb, sem synd alls heimsins bar,
Það er enginn, það er enginn, það er enginn meiri en þú. Það er enginn, það er enginn, það er enginn meiri en þú. Það er enginn, það er enginn, það er enginn meiri en þú. Hann er Jesús, sá sem frelsar. Það er enginn meiri en þú. Hann er Jesús, sá sem frelsar. Það er enginn meiri en þú. Hann er Guðs eina lamb, sem syndar heimsins barn, saklaus var. Sem syndar heimsins barn, saklaus var. Halleluja, halleluja. Ég vil ekki gefa Jésu gott glas. Klöppum fyrir Jésu, fögnum fyrir nafnina hans. Það er hann sem að tók syndir okkur á sig. Það er aðeins hann sem er Guðs lamb, sem tók syndir mínar og syndir þínar á sig á krossinu. Dó í okkar stað. Og ég vil segja amen við því. Amen, halleluja. Velkomin í veginn í dag, í hús Guðs. Frábært að sjá okkur í dag. Það er yndislegt að koma saman í húsi Guðs og lofa hans nafn, heyra hans orð, fá uppörun inn í vikuna, hvatningu í göngu okkur með honum. Amen. Halleluja. Ég var beðinn um að minnast á einhverja hluti. Það er aðalfundur. Það er komið að aðalfundi eftir rúmar 4 vikur held ég örugglega, þriðjudaginn 28. apríl. Klukkan 6 er það ekki rétt hjá mér. Þá verður aðalfundur hér í kirkjunni. Þannig að endilega komið og mætið á aðalfund, ræðum það sem hefur verið í gangi, fjármál kirkjunar og förum yfir þetta allt, förum yfir ásreikningana og allt sem gert á aðalfundum, kjósum í stjórn og allt þetta. Þannig að þriðjudaginn 28. apríl. Geggjað. Ætli ekki allir að mæta? Amen. Heyrðu, marsmánuður er búið að vera framkvæmda mánuður. Það hefur verið ótrúlega gaman að koma hérna á þessa laugardag sem hafa verið. Við höfum komið hérna og tekið til hendinni og aðrir dagar líka. Fólk hefur verið hér á kvöldin og einhverja daga og gert helling. Við erum búin að fara með held ég 2 eða 3 fulla bíla af rusli. Við erum búin að taka helling til, gera fínt hér í gær, voru teppin tekin og djúprensuð. Það er búið að mála. Þið sjáu loftgluggana sem var alltaf opið eftir að þakið og tekið í gegn, það er búið að loka þeim. Salernin, það er verið að taka salernin í gegn, það er verið að vinna í 2 salernum núna, 2 innstu
Og þið getið séð á Insta-salerninu hvernig það svona kemur til með að líta út. Æðislega fallegt og gott og það er stefnan að þessi 2 salerni verið tilbúin til notkunar fyrir páskamót. Þannig að það er ennþá verið að vinna. Pípulagnir, það þurfti að leggja nýjar pípulagnir fyrir vasslagnir fyrir salernin. Þannig að það er búið að gera það líka, þannig að það er hellingu búið að gera núna í marsmánuð. Og ég er ótrúlega þakklátur og stoltur af ykkur öllum sem hafa tekið þátt og ég að gefa þeim gott klapp sem hafa komið og tekið þáttin í að gera húsnæði okkar enn betra og fallegra. Án ykkar væri þetta ekki hægt. Amen. Þannig að þið mikið þakklæti fyrir. Halleluja. Halleluja. Það segir í Póstulögssögunni 3. kafla og versi 6. Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Þegar það var nefnt við mig fyrst fyrir nokkrum árum síðan að taka við hér sem forstöðumaður, þá hugsaði ég einmitt þetta. Silfur og gull á ég ekki. Hvað hef ég að gefa? Ég hugsaði, ég hef ekki farið í biblíuskóla. Ég hef ekkert að segja, ég er ekki nógu góður. Það er einhver annar betri í þetta heldur en ég. Og mér leið kannski smávegis eins og Gídeon, þegar Guð kallaði Gídeon til að fara gegn Mídíanitum. Og það var þannig að Mídíanitar þeir höfðu þjakað Ísraelsmenn í 7 ár. Þegar uppskeran kom, þá komu Mídíanitar og eyðiluðu uppskeruna. Og þeir þjökuðu þá í 7 ár. Og það var þannig að Gídeon hann var í felum, í vínþröng og ferska hveiti þegar engill Guðs kom til hans og kallaði hann til að fara gegn Mídíanitum. Og engillinn sagði við hann, Drottinn er með þér, hugraki hermaður. Og engillinn sagði líka, farðu í styrkleika þínum og frelsaðu Ísrael úr höndum Mídíans. En hvernig svaraði Gídeon? Ætt mín hún er svo minnsta og aumasta í öllu Ísrael. Og ég er minnstur í minni ætt. Er ekki betur en einhver annar fareldur en ég? Silfur og gull á ég ekki. Ég hef ekki hæfileikan, ég hef ekki styrkin, ég hef ekki það sem að þarf. Sjáðu hver ég er, minnstur og aumastur allra. Find eitthvað betur heldur en ég. Hefur þú einhvern mann upplefað á þessum stað? En vitið þegar við lesum Biblíuna að þá er hún full af sögum af fólki, ófullkomið fólk eins og ég, fólk eins og þú, fólk sem að Guð notar fyrir sinn tilgang. Vitið þegar Davíð var smurður til konungs, þá var hann minnstur bræðra sinna. Hann var minnstur bræðra sinna. Hann var sá sísti sem kom til greina til að verða konungur. Allir bræður hans kom á undan fram fyrir Samúel sem að smurði að lokum Davíð til að verða konungur. 7 bræður Davíðs voru leiddir fram fyrir Samúel. Alltaf sagði Guð, nei, þetta er ekki hann. Nei, þetta er ekki hann. Samúel, þetta er ekki hann. Nei, þetta er ekki hann. 7 sinnum. Og þegar að hafa búið að leiða þá alla fram fyrir hann, þá sagði Samúel, er ekki einhver annar? Áttu einhvern annan son? Og pabbi Davíð sagði, já, það er nú hann Davíð, hann er yngstur, hann er upp í fjöllum að gæta sauðana. Vitið, pabbi Davíð, hann sá ekki það sem að Guð sá í Davíð. Davíð, hann var fínn í að vera bara upp í fjöllum. Hann var fínn í að vera með sauðina. En konungur, nei, ekki í augum pabba hans. Hann var yngstur, hann var ekki hár og glæsilegur eins og bræður hans, hann var sko ekki efni í konung. En sjáðu hvað segir í fyrri Samúelsbók 16:7. En Drottinn sagði við Samúel, horfðu ekki á hæð hans og glæsileik. Horfðu ekki á hæð hans og glæsileik, þegar ég hef hafnað honum. Guð lítur ekki á það sem að maðurinn lítur á. Maðurinn hann sér í ytra. Maðurinn horfur á hæfileik okkar.
Maðurinn horfir á útlit okkar. Maðurinn horfir á fötin sem við klæðumst. Maðurinn horfir á klippinguna okkar. Maðurinn horfir á hvernig við lítum út, hið ytra. En Drottinn horfir á hjartað. Hann horfir á hjarta okkar. Hjartað okkar. Vitið, við upplifum okkur oft vera lítil og aum. Ekki verður til að starfa í Guðsríkinu, að við höfum ekkert að gefa. En Guð, hann horfir ekki á hið ytra. Hann horfir á hjarta okkar og hann sér möguleika, hann sér blessun, hann sér konung og hann sér drottningu. Hann sér þig. Hann sér þig og hann hefur stað fyrir þig. Hann hefur tilgang með þig, hann hefur áætlun með þitt líf. Hann hefur stað í kirkjunni þar sem hann vil að þú sér blessun fyrir aðra. Þar sem hann vil nota þig. Amen. Þegar Guð vill nota þig. Hann vill nota okkur öll. Þú sem ert hér í dag. Þú sem ert að horfa á netinu. Guð vill nota þig. Alveg sama hver þú ert. Alveg sama hvar þú ert staddur í lífinu. Alveg sama hvað þú hefur gert eða gengið í gegnum. Guð vill nota þig. Hann vill nota þig til að vera blessun fyrir aðra. Hann vill nota þig til að vera uppbörnum fyrir aðra. Hann vill nota þig til þess að vera bænasvar inn í líf annarra. Og kannski hugsar þú, ég hef ekkert að gefa. Kannski hugsaðu, ég er svo nýr í trúnni. Ég þekki ekki Biblíuna nógu vel. Ég hef ekkert að segja. Ég er gallaður, ég er gölluð. Ég er að berjast við þessa hluti í lífi mínu. Ég er ekki nógu góður. Silfur og gull á ég ekki. Það segir í fyrra Tímóteusarbréfi, 4. kafla versi 12. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúara í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Lát engan líta smáum augum á æsku þína. Lát engan líta smáum augum á það hver þú ert. Vitið þið að það gildi líka þig og mig. En ég á ekki að líta smáum augum á sjálfan mig. Lát engan líta smáum augum á æsku þína. Vitið þið, það skiptir ekki máli hvað við höfum gengið í gegnum. Það skiptir ekki máli á hvaða stað við erum í lífinu. Hvað við höfum reynt og hvað við höfum gengið í gegnum. Guð, hann lítur ekki niður á okkur. Guð, hann dæmir okkur ekki út frá því sem við höfum gert. Hann dæmir okkur ekki út frá því sem við höfum lent í. Hann dæmir okkur ekki út frá stöðu okkar. Ekki líta smáum augum á æsku þína. Vitið, þegar Jesús byrjaði að starfa, byrjaði að kalla til sín lærisveinana, vitið, þetta voru allt saman ófullkomni menn. Menn sem jafnvel aðri litu niður á. Maður hefði haldið að Jesús myndi nota þá sem voru helgaðir Guði, þá sem voru lærðir og kunni lögmálið í bak og fyrir. Þeir sem voru búin að læra lögmálið frá unga aldri, þeir ólust upp í misturinu, þeir þekktu ekkert annað en að lesa orð Guðs. Hefði ekki verið eðlilegra að Jesús hefði notað þá, fariseiana? Vitið þið, en fariseiarnir voru blindir á það hver Jesús var. Og í staðinn hann notaði hann ófullkomnaða menn, ómenntaða menn, fiskimenn, venjulega menn sem voru við sín daglegu störf. Jesús sá eitthvað sem að aðrir sáu ekki og hann kallaði þá til sín menn sem voru ófullkomnir, menn sem að hvorki áttu silfur né gull. Það er skemmtileg lýsing á lærisveinunum. Þetta er í formi ferilskráar frá ráðgjafafyrirtæki. Þetta fannst nýverið í fornlegu uppgreftri. Nei, minnisblað. Til Jesús Jósefsson, smiður í Nasaret. Frá Jórdan, ráðgjafafyrirtæki í stjórnun, Jerúsalem. Svo segir, Herra Jesú, takk fyrir að senda inn ferilskrár af þeim 12 mönnum sem þú hefur valið í stjórnunarstöður í nýja fyrirtækinu þínu. Þeir hafa allir tekið prófin okkar. Við höfum ekki bara keyrt niðurstöðurnar í gegnum tölvurnar okkar, heldur hafa þeir einnig farið í persónuleg viðtöl með sálfræðingum okkar og ráðgjöfum. Það er álit okkar að flestir af þeim sem þú hefur valið í stjórnunarstöður, þá skortir menntun og þá skortir reynslu fyrir þá tegund fyrirtæki sem þú ert að stofna. Þá skortir allan liðsanda. Við mælum með að þú haldir áfram að leita að einstaklingum sem hafa reynslu á stjórnunarstörfum
einhverjum sem hafa hæfni og getu. Símon Pétur er tilfinningalega óstöðugur og skapstór. Andrés hefur enga forystuhæfileika. Bræðurnir tveir, Jakob og Jóhannes Sebedussinnir, þeir setja eigin hagsmuni ofan fyrirtækisins. Tómas, hann sýnir viðhorf sem grefur undan starfsandanum. Við teljum að þessi skyld okkar að segja þér að Matthíus er á svörtum lista hjá Ísraelska fjármálaeftirlitinu. Jakob Alfeusson og Tadeus, þeir hafa róttækar hugmyndir og þeir hafa báðir mælst með þunglyndi á háu stigi. Hins vegar er einn af umsækjendunum með mikla möguleika. Hann er útsjónarsamur, hann kemur vel fyrir, hefur mikið vit á viðskiptum og hefur tengiliði í æðstu stöðum. Hann er mjög áhugasamur, metnaðarfullur og ábyrgðarfullur. Við mælum með Júdasi Ískaríot sem stjórnanda og hægri höndina. Allir hinnir eru ófullnægjandi. Við óskum þér velgengni í nýsköpun þinni, þinn einlagi Jordan ráðgjafa fyrirtæki í stjórnun. Þetta hljómar skemmtilega og sniðugt og fyndið. En vitið það er svo mikill sannleikur í þessu. Að Jesús notaði menn sem litu ekki út fyrir að geta áorkað neinu. Hann setti það í þeirra hendur að fara út allan heim með fagnaðarerindið. Hann setti stærsta verkefni sögunar í hendunar á mönnum sem voru kannski ekki líklegir til að ná árangri. Og í gegnum aldirnar hefur Guð notað ófullkomin fólk til að fara út með fagnaðarerindið. Og við erum öll ófullkomin. Við höfum öll gengið í gegnum alls konar hluti. Kannski eitthvað sem að færa okkur til að líta á röngum augum og sjálf okkur. Að líta niður á sjálf okkur. Að ég geti þetta ekki. Ég get ekki þjóna Guði. Ég get ekki beðið fyrir sjúkum. Ég get ekki sagt neinu frá Jesú. Ég hef ekkert að segja. Ég hef ekkert að gefa. Silfur og gull á ég ekki. Við séum að Franklin Roosevelt, sem var forseti í Bandaríkjanna í 4 tímabil, hann var lamaður fyrir neðan mitti áður en hann bauð sig fram. Hver hefði átt trú á því að hann myndi vera forseti Bandaríkjanna? Oprah Winfrey, sem var fædd inn í fátækt. Hann upplifði harða æsku. Henni var nauðgað þegar hann var 9 ára, hann var ólétt 14 ára og sonur hennar dó í fæðingu. Hver hefði átt von á því að hún ætti að verða ein áhrifamesta kona heims? Albert Einstein, hann fekk ekki vinnu í 2 ár eftir að hann útskrifaðist. Og það var sagt að bítandi myndi ekki ná langt. Vitið þið hvað var sagt um Walt Disney? Að hann skorti ímyndunarafl. Abraham, hann var gamall og Sara var komin úr barneign þegar Guð sagðist ætla að gera Abraham að föður margra þjóða. Elía, hann óskaði þess á einum tímabundi að hann myndi deyja. Móses, hann átti erfitt með að tala. Gídeon var hræddur. Samson var lauslátur. Rahab, hún var skækja. Samverskakonan við brunninn var skilin. Nói, hann datt í það. Jeremía, hann var ungur. Davís, hann var morðingi. Jónas, hann hljóp frá Guði í hin áttina, eins langt og hann komst. Naomi, hún var ekkja. Pétur afneitaði Jesú 3 sinnum. Marta, hún hafði áhyggjur af öllu. Sakkeus, hann var sólginn í peninga. Páll, hann var farisi sem að ofsótti hina kristnu. Hvar detti ég inn í þessa upptalningu? Hvar dettur þú inn í þessa upptalningu? Vitið, Guð notar ófullkomið fólk eins og mig og þig. En Guð, hann sér það sem aðrir sjá ekki. Hann sér möguleika með okkur öll og hann þráir að nota okkur eitt og sérhvert til að fara út með fagnaðarerindi sitt. Postulasagan 3:1-7. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna. Þá var þangað borinn maður lami frá móðurlífi, dag hvern var settur við þær dyr helgidómsins sem nefndar eru fögrudyr til að beiðast ölmusu af þeim inngengu í helgidóminn. En hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðinni helgidóminn, baðst hann ölmusu.
Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú á okkur. Hann starði á þá í von að fá eitthvað frá þeim. Og nú ég bara að velta upp möguleika. Kannski var Pétur búinn að ganga oft fram hjá þessu manni. Og maðurinn hafði oft beðið ölmusu. Og alltaf var sama svari hjá Pétur, já, ekkert að gefa þér. En allt í einu þennan dag, þá áttaði Pétur sig á því hver hann var í Kristi. Hann áttaði sig á því hvaða andi bjó innra með honum. Guðs andi, heilagur andi bjó innra með honum. Sami andinn og risti Jesú frá dauðum. Og hann mundi eftir því að Jesús sagði, þið eftir að gera sömu verk og ég. Og þá reis þessi mikla trúi Pétur og hann sagði, silfur og gull á ég ekki. En það sem ég hef, það sem ég á innra með mér, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret stattu upp og gakk. Og hann tók í hægri hönd hans og reis hann upp á fætur. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökla styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk stökk og lofaði Guð. Sjáu, það sem ég hef, það sem ég hef, það sem ég á hinn innra, það gef ég þér. Hvað það sem að þú hefur? Hvað það sem að ég hef? Við höfum öll Jesú. Við höfum öll Jesú að hann anda og við getum gefið öðrum þá von sem að hann hefur gefið okkur. Engillinn sagði við Gídeon, Drottinn með þér, hugur ekki hermaður. Farðu í styrkleika þínum. Og ég trúi að Guð segja þetta við okkur í dag. Drottinn með þér, hugur ekki hermaður. Farðu í styrkleika þínum. Og hver styrkleiki okkar? Ef við lesum í Jesaja, kapla 40, vers 29, þar segir, hann veitir kraftinum þreytta og þróttlausum eykur hann mátt. Ungir menn þeir þreytast og lýjast, æskumenn hnjóta og falla. En þeir sem að vona á Drottinn, fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og þeir lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Og Sálmur 28, vers 7, Drottinn styrkur minn og skjöldur, honum treystir hjarta mitt. Og Filippibréfið 4:13 segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Vitið, Drottinn styrkur okkar. Hann með okkur. Hann fer fyrir okkur og hann gefur okkur orð að mæla. Við þurfum ekki að eiga silfur og gull. Við þurfum ekki að eiga veraldlega hluti til að blessa aðra. Við þurfum ekki að hafa einhverja menntun til þess að þjóna Guði. Við þurfum ekki að uppfylla einhvern kröfulista til þess að vera tilbúin til að mæta fólki þar sem það er. Því að Guð gefur okkur það sem við þurfum. Og það í okkar höndum að fara út með fagnaðarerindið, alveg eins og það var í höndum lærisveinanna í upphafi kirkjunnar. Það í okkar höndum að biðja fyrir sjúkum. Það í okkar höndum að gera aðra að lærisveinum. Það í okkar höndum að vera ljósin í myrkrið. Við þurfum að segja öðrum frá. Við þurfum að vera vitnisburður, að vera þetta ljósin í myrkrið sem að umlykur okkur. Af því að það þurfa allir á Guð að halda. Og það í okkar höndum að segja það frá. Við þurfum að vera tilbúin að gera það sem hann biður okkur um. Og ef við segjum já við því sem hann biður okkur, þá hann með okkur, þá fer hann fyrir okkur og hann kemur sigur inn í kringumstæðurnar. Hann vill nota mig og hann vill nota þig, eins ófullkomin og við erum. Með all okkar galla, með allt það sem við höfum að bera í lífinu, þá vill hann nota okkur. Guð hefur verk að vinna og hann þráir að vinna í gegnum þig. Og spurningin erum við tilbúin til þess að sjá það sem að Guð vil gera í gegnum okkur? Ég hvet ykkur að biðja þessar litlu bænar. Guð, sýndu mér hvað þú getur gert í gegnum mig. Sýndu mér hvað þú vilt að ég sé bænasvar. Opnaðu leið fyrir mig til að vera blessunin í líf annarra. Leyfðu mér að nota þig. Leyfðu mér
að vera notar af þér, Guð. Og leifum Guð að nota okkur. Verum tilbúin til að gera hans vilja, að fara út með hans orð. Og Efesusbréfið 3:20 segir, en honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt umfram allt það sem við biðjum eða skynjum. Að þrátt fyrir að við séum ófullkomin, að þá býr andi Guðs innra með okkur og hann er megnugur að gera svo miklu meira en við sjáum. Hann er megnugur að gera miklu meira en það sem við vonum og hann er megnugur til þess að gera miklu meira en það sem við biðjum um. Það er hann sem vinnur í gegnum okkur. Og þegar við stígum út og gerum það litla sem við getum gert, í okkar veikamætti, þá getur Guð gert svo langt umfram, svo miklu meira heldur við getum ímyndað okkur. Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér, í nafni Jesú Krist frá Nazaret, stattu upp og gakk. Og Pétur, hann tók í hægri höndunum og reist hann upp, jafn skjótt urðu fætur hans og ökla styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga, fór inn með þeim í helgidóminn, gekk stökk og lofaði Guð. Og allt fólkið sá hann ganga og lofa Guð. Og vitið, sagan hún endar ekki þarna. Hún endar ekki bara þannig að lamaði maðurinn stendur upp og læknast. Það því að Pétur og Jóhannes, þeir höfðu eitthvað meira að gefa heldur en það. Þegar að fólkið sá að maðurinn var læknaður, þá hópaðist fólkið að Pétri og Jóhannesi og Pétur byrjar að predika fagnaðarerindum Jesú, byrjar að hvetja fólk til þess að snúa sér til Guðs. Og það segir í 4. kaflanum, en mörg þeirra heyrt höfðu orðið tóku trú. Mörg þeirra heyrt höfðu orðið tóku trú. Og tala karlmannanna einna varð 5.000. Hugsið ykkur að 5.000 karlmenn plús konur og börn tóku trú á Jesú. Vegna þess að Pétur og Jóhannes voru tilbúnir til þess að leyfa Guði að nota sig. Við þurfum ekki eiga gull og silfur til að mæta fólki. Heldur þurfum við heilagan anda sem býr innra með okkur. Og við þurfum að vera tilbúin til þess að láta ljós okkar skína. Við þurfum að vera tilbúin að vera ljós í myrkrinu. Við þurfum að vera tilbúin til þess að leyfa Guði að nota okkur. Við skulum biðja saman. Fá lofgjörðuna upp. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem hér í dag. Ég þakka þér fyrir að þú kallaði okkur öll til þess að vinna þitt verk. Þú lítur ekki niður okkur, þú horfir ekki á mistökum sem við höfum gert, þú horfir ekki á bresti okkar, heldur sérðu okkur sem hugrekka hermenn, þú sérðu okkur sem hæf til að vinna þitt verk. Ég þakka þér fyrir að þú gefur okkur styrk. Þú ert styrkur okkar. Við þurfum ekki að treysta okkar eigin styrk, ekki á okkar ágæti, heldur getum við sett traust okkur á þig. Og þú fer fyrir okkur, þú ert með okkur og þú gefur okkur orð að mæla. Ég bið að sýna okkur hvað þú getur gert í gegnum okkur. Sýnd okkur hvar við getum verið bænasverðin í líf annara. Sýnd okkur hvar við getum komið uppörfun, hvar við getum komið vonin í vonlausar kringumstæður. Sýnd okkur hvar við getum verið vitnisburð fyrir þig, Jesús, með gjörðum okkar og með orðum okkar. Notað okkur, Jesús, eins og þú vilt nota okkur. Halleluja, Jesús. Nota okkur eins og þú vilt nota okkur. Hjálpað okkur að taka skref, drottinn Guð. Skref í það að þjóna öðrum. Skref í það að gera þitt verk, vinna þitt verk hér á jörðinni, Jesús. Og ég bið að gera langt umfram það sem við vonum, það sem við sjáum eða dreymir drottinn. Að þú kemur svörin inn í kringumstæður. Þú kemur sigurinn inn í kringumstæður, Jesús. Halleluja, takk Jesús. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Halleluja. Við viljum að ljúka samkomunni og ef það er eitthvað sem að þú vilt fá fyrirbæn fyrir sérstaklega, þá býðum að koma fram og við viljum standa með þér trú og biðja með þér. En ég vil bara minna á páskamótið sem byrja núna á 5. daginn, klukkan 11.
þar sem allar konur eru velkomnar á 50-daginn. Svo mega allir aðrir koma hérna dagana. En konur á 50-daginn klukkan 11, þar sem að Britt þjóna til okkar. Svo föstudaginn langa og laugadaginn þá predikar Jósteinn til okkar. Ég hitt hann síðustu helgi og hann hlakkar til og þeim hlakkar til að koma og þjóna til okkar og vera með okkur. Og sunnudaginn brauðsbrotning og skírn. Það segir í Postulasögunni 8. kafla vers 12: Nú trúðu menn Filipusi þegar hann flutti fagnaðarerindið Guðs ríki og nafn Jesú Krist og letu skýrast. Fyrst heyrðu þeir fagnaðarerindið og tóku mótið því og trúðu því og svo letu þeir skýrast, bæði karlar og konur. Svo segir meira að segja Símon. Meira að segja Símon, það segir í versunum undan að Símon hann hafði stund að töfra. Meira að segja hann tók trú og hann var skýrður og gerðist mjög fylgisamur Filipusi og hann sá tákn og mikil kraftaverk gerast var hann frá sér numinn. Fólkið tók trú á Jesú þegar heyrði fagnaðarerindið og tóku skírn. Ef þú trúir á Jesú, þá ætti næsta skref í þinni trúargöngu að taka skírn. Þegar við höfum tekið við Jesú sem drottni okkar og frelsara, þá skírnin leið fyrir okkur til að játa opinberlega nýtt líf okkar í Jesú Kristi. Hún einnig hlýðniskref í samræmi við boð Guðs og gerur okkur kleift að fylgja fordæmi Jesú. Af því að hann lét sjálfur skýrast til að uppfylla allt réttlæti. Skírnin tákmynd upp á að við gröfum okkar gamla mann, synduga mannin, synduga eðlið okkar og við rísum upp sem nýr einstaklingur, ný sköpun í Kristi. Rómarbreið 6:4 segir: Við erum því dáin og greftrum með honum í skírninni og eins og faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðamætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Og síðara Korinthubréf 5:17 segir: Ef einhver í Kristi hann orðið nýr maður, hið liðna var að engu, sjá nýtt orðið til. Að við förum ofan í vatnið, við skiljum gamla manninn eftir og rísum upp sem nýr einstaklingur í Kristi Jesú. Það tákmyndin skírnina. Og ef þú vilt taka þetta skref og taka skírn, þá verður skírn hér á páskamótinu á páskadag klukkan 12. Hvaða betri dagur á árinu heldur páskadagur, upprisudagurinn sjálfur, að taka þetta skref, taka skírn og segja ég fylgi Jesú. Þannig ég hveti ef þú hefur ekki tekið þetta skref að taka skírn. Taktu þessa ákvörðun að opinberlega taka stöðu með Jesú hér á páskadag. Amen. Amen. Og það eru að sjálfsögðu allir velkomnir. Tökum fólk með okkur á páskamótið. Bjóðum vinum okkar og nágrönnum fjölskyldum okkar. Bjóðum fólki með okkur á páskamótið. Og ef þið veistum einhvern sem hefur ekki tekið skírn, hvattan þá. Hvattan til þess að taka þetta skref. Amen. Amen. Við viljum að lofa Guð saman í allavega einu lagi og ef þú vilt á fyrirbæn, komdu fram og við biðjum með þér, við stöndum með þér í trú og við trúum því að Guð grípi inn í kringumstæður. Við trúum því að hann gerir kraftaverk. Amen. Amen.
is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull